Það er fyrir þjálfar ársins. Þú að vera sáttur með það að vera verðlaunað fyrir erfiðar þjálfarauðir fyrir? Já, þetta er mikil viðurkenning og þakklátur fyrir kollega mína og fólki í hreyfingunni að kjósa mig. Ég held að þetta er ekkert síður held ég bara, og þetta er fyrst og fremst sem er verðlaun á starfið okkar, á all liðið, á stjórnun okkar og allt fólki í kring, og það er svona oft svona kristallar sér í svona veitingu, þannig að fyrir mér er þetta verðlaun á okkur öll í KR. Það eru komin nokkrir dagar síðan þið lönduð heim stóra í 5. skipti. Hvernig eru það að meta tímabilið svona nokkra daga eftir að búið? Við náttúrulega erum bara stolt að ég hafa náð að vinna. Ég held að þetta var gífurlega sætt á laugardaginn og var eiginlega bara sætt að sem líður á þetta. Það gekk mikið á í vetur og það voru við fórum djúpt niður á mörgum köflum í vetur, þannig að ég held að það við náðum að sigrast á öllum þessum áskorunum er eitthvað sem við getum verið gríðarlega stolt af. 5 í röð, ekki verið gert áður síðan úrslitakeppnin var sett á, glæsilegur árangur. Erum við að sjá KR fara í þann 7. Ég tölum það í úrslitakeppninu og nú réttast að þessi kafli sem slíkur, þessi kafli búinn, þannig að ef liðið verður meistarar á næsta ári þá er það bara fyrsti kaflinn í fyrsta blaðsíðan nýrri sögu, þannig að ég held að ég persónulega langar að hvíla þetta í röðdæmi. Já, við erum að vitna svona alveg í lokin í millumerki sem að þú notaðir á mynd á Instagram í úrslitunum sem var Last Dance. Var þetta þinn síðasti dans í KR eða heldur þú áfram? Ég er búinn að lofa sjálfum mér, tók lofur á sjálfum mér. Ég lofa ekki mörgu en tók lofur á sjálfum mér að ég ætla ekki að svara þessari spurningu strax. Ég ætla að leyfa mér bara að njóta momentsins og ná áttum og að bíða til að þreytan líður úr mér og sigur í mann kannski hverfur áður en ég fyrir að hugsa ómikið á framtíðina, en þetta Last Dance var svona kannski líka bara svolítið eins og okkur leið á tímabili. Við vorum þreyttir, gamlir, hægir og unnum ljóta sigra. Við gerðum þetta svona á grandinu og það var kannski svona þetta smá kannski taktísk og sálfræði svo líka að reyna svona setja fókuspunktin á eitthvað eitt atriði, þannig að mín sá K.O. verður alltaf samtvinnuð þótt að vera eitthvað bil á milli, en við sjáum bara til. Takk.